Við vorum að halda hérna málþing í dag, 7. nóvember, vegna þess að nú eru liðin 100 ár frá því að geislameðferð hófst á Íslandi og við vildum minnast þessara tímamóta. 7. nóvember sérstaklega haldinn vegna þess að það er fæðingardagur Marie Curie sem við getum sagt að sé svona forgöngumaður nútíma geislameðferð. Geislameðferð á Íslandi hefur tekið miklum stakkaskiptum og ekki síst á síðustu árum. Það má segja að á síðustu 5 árum hefur við fjárfest upp undir 3 milljarða í nýjum tækjum og þessi nýju tæki, 2 nýju geislatæki, ýmis tölvubúnaður sem við þurftum að nota, hefur gert okkur kleift að gera geislameðferðina miklu nákvæmari. Það þýðir það og það er það sem við vonum, að aukaverkanir geislameðferðar fara minnkandi, nákvæmnin verður meiri og við sjáum fram á að halda áfram á þessari þróun næstu árun og áratugina. Við sjáum fram á nýja tegund af geislatækjum sem nota segulómtæki til frekari staðsetningar. Við sjáum betri öndunarstýringu þar sem við getum fylgt æxlunum eftir því að þau hreyfast þegar fólk andar. Við getum fylgt þeim eftir leið og við erum að gefa geislameðferðina. Það eru svona nýjungar sem við sjáum fram á allra næstu árum hér á Íslandi. Við sjáum að það eru alltaf fleiri og fleiri sjúklingar að koma til okkar í geislameðferð. Það er fjölgun á sjúklingum. Við þurfum að vera undir það líka búin með betri tækjabúnaði, meiri tækjabúnaði, fleira starfsfólki og við hlökkum bara til framtíðarinnar hvað það varðar. Já, ég tók sem dæmi ytri geislameðferð við blöðruhálskirtilskrabbamein að þetta er stór og algengur sjúkdómur og ég tel að með þessari gríðarlega miklu tækniþróun sem átt sér stað í geislalækningum og ef við tökum hana og notum einnig þá miklu þróun sem átt sér stað í myndgreiningu að þá getum við allt í stærri mæli meðhöndlað æxlin á þess að gefa háa geislaskammta til frískra vefja og þannig bætt horfur þessar sjúklinga og sem er ekki minna mikilvægt að minnka aukaverkanir af þessum meðferðum. Og þessi hnitmiða geislameðferð sem við einnig sáum mikið í dag, þetta mun bæta horfur sjúklinga en krefst mikillar nákvæmni. Segulómunin er gríðarlega mikilvægt til þess að geta meðhöndlað til dæmis í grindarholi og fjöldan annars og síðan getur maður notað jáandaskannan bæði til þess að greina snemma og einnig til þess að fylgjast með það sem kallast virkni æxlanna undir meðferð og það getur maður einnig gert í segulómunni þannig að það eru miklu möguleikar.